Já, rigning gærdagsins farin og það svona orðið öllu vetrarlegra og notalegra, jólalegra veðrið. Það ennþá rok, en það farið að kólna svolítið duglega. En skulum skella okkur í þetta, það komin 2. desember og við skulum opna glugga dagsins í dagatalinu. Já, við skulum demba okkur í þetta. En hérna áður en ég opna glugga dagsins, það var eitt sem að ég tók ekki eftir í gær og mér var bent á, Berglind benti mér á eftir á, að inni í glugganum hérna, þar lýsing á, ég tók hann þetta sjáist, það lýsing á innihaldinu og styrkleikastigi sem að Chili Claus merkir í það sem kallar Windforce eða vindstigum. Ég ætla að reyna að sjá þetta ekki áður en ég smakka, en ég skal sýna ykkur hvað inn í hverju glugga fyrir sig. Mér langar ekki að vita hversu sterkt það áður en ég opna. En við skulum alltaf að vinda okkur breyta. Númer 2 hérna, gluggi númer 2. Ég kom á þessu. Opna gluggan, ég ætla að reyna að sjá ekki lýsinguna. Þið sjáðu hana kannski. Heyrðu, það aftur poki með einhvern kúlum. Já, þess að líta mjög svipað út og kúlunar í gær, en ég get svarið að þær virka svona grófari yfirborðið. Þetta svona eins og loftsteinar. Svona líta loftsteinar út. Ég ekki búinn að kíkja á inn í gluggann. 2 kúlur. Ætli grófara yfirborð því þið sterkari kúlur. Nú veit ég ekki. Jó, ég finn að straffræði hefur straffræði. Og finnst það smá sviðanir í háls. Mjög góða bragði. Þessar mun sterkari. Ekki crazy sterkar, en samt hafa áhrif á hálsinn á mér. Ég finn það alveg ég geti farið að hiksta eftir smá stund. Það svitna í lófunum, svitna á enninu og svona alveg við það að fá svona hiksta krampa í hálsinn. Það var góðara bragðið. Já, þess voru núna finn ég alveg sko sveið á tungunni og hann í háls sko. Já, þetta var gott. Kíkjum á hvað þetta var. Já, nú komin í Windforce 9. Chili balls, licorice with chili and chocolate coating. Sama innihald, nema bara sterkari. Þetta var gott. Þetta var 9. Skalinn fyrir 15. 2. des, takk í dag, sjáumst á morgun.